En það komið að því að Inga Valgerður Kristinsdóttir, sérfræðingur í heimahjúkrun og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, ætlar að fjalla það hvort að heimilið sé griðastaður. Gjörðu svo vel. Já, sælverði, bara gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag og þetta kannski svolítið stór spurning sem að ég varpa hérna fram og heimilið á að vera griðastaður og það sem betur fyrir flesta en eins og við erum búin að komast að hér í dag og bara í allir okkar umræðu að þá það kannski ekki alltaf raunin. Og ég ætla svona aðeins að horfa á hvernig ofbeldi kemur okkur fyrir sjónum sem störfum í heimahjúkrun og þá hér á höfuðborgarsvæðinu því það það svæði sem ég þekki. En bara svona eins og fleiri hafa gert að þá ætla ég, að þá erum við með heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu og hún í rauninni, það eru 3 miðstöðvar heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu og ein þeirra heimahjúkrun heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem staðsett í Garðabæ og einstaklingar sem búa í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi njóta þjónustu frá þeirri miðstöð. Og svo eru 2 miðstöðvar í Reykjavík, efri byggð og miðbyggð og fólk sem búsett í Reykjavík fær aðstoð þaðan, eða þjónustu þaðan. Og á höfuðborgarsvæðinu öllu voru tæplega 4.500 einstaklingar sem nutu aðstoðar heimahjúkrunar bara á síðasta ári og þá í mislangan tíma, sumir allt árið, sumir bara stutt en í heildina voru þetta 4.500 einstaklingar. Og ef við förum kannski bara aðeins svona í markmið heimahjúkrunar að það að veita einstaklingi viðeigandi aðstoð til að auka sjálfsbjargargetu hans og gera honum kleift að dveljast heima við sem eðlilegast og bestar aðstæður eins lengi og unnt miðað við hans heilsufar og félagslegan aðbúnað. Og þá það svo sem bara í svona beinu framhaldi að þeir sem að njóta aðstoðar heimahjúkrunar með þessir einstaklingar sem búa heima og þarfnast aðstoðar vegna heilsubrests, minnkara getu eða færni og aukins hrumleika. Og skjólstæðingar heimahjúkrunar á öllum aldri en þó í miklu meirihluta og eins og hjá heimahjúkrun heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þá 87% þeirra sem njóta aðstoðar 70 ára eða eldri og tæp 61% þá 80 ára og eldri. Þannig að sjáum það langstærsti hluti einstaklingar sem fá heimahjúkrun eru eldri einstaklingar. Og ef við förum aðeins tölum aðeins heimilið og bara við lítum venjulega á heimilið sem griðastað og þetta hugtak að eiga heima vísa til þess að líða vel heima og heimilið vísa til ákveðins staðar og það talið mikilvægt fyrir sjálfræði og að finnast maður hafa stjórn á eigin lífi og það veitir tilfinningum öryggi og frelsi og vettvangur tengsla og samskipta, það að búa og eiga heimili. En heimilið getur verið vettvangur misnotkunar og kúgunar í rauninni í skjóli verndaðs einkalífs. Og svo við svo margbúin að fjalla þetta, þannig að ég get bara sleppt því, en þetta náttúrulega þessar sem við líka svo sem komið aðeins að skilgreiningin á ofbeldi, hvernig hún og það kannski mikilvægt að við séum svona á sömu línu varðandi það. Og líka þessi rannsókn frá 2017 varðandi Evrópu með algengi ofbeldis bara í heiminum og
og þetta, að ítreka þetta, rannsóknirnar eru kannski mjög mismunandi varðandi vegna skilgreiningarinnar og aldursins sem verið er að nota í rannsóknirnar. Og við erum þarna með dæmi 15,7% sem var svona yfir öll þessi lönd, en í Evrópu þá hefur hlutfallið í rannsóknum verið allt frá 3% og upp í 31%. Þannig að það er, eins og ég segi, mjög svona mikill, mjög dreifður munur. Og það var nú vitnað þessa einmitt rannsókn líka í morgun, en ef við skoðum þó aðeins Ísland, að þá töluðu þarna eða tæp 8% Reykvíkinga 80 ára og eldri svöruðu spurningunni í græna kassanum játandi. Það er að þeir hefðu orðið varir við að eldri einstaklingur hefði verið vanræktur eða beittur ofbeldi. En það var mun hærra hlutfall í aldurshópnum þar fyrir neðan, eða rúmlega 17% í aldurshópnum 67 til 80 ára sem töldu sig hafa orðið vör við vanrækslu eða ofbeldi gegn eldra fólki. Og síðan þessar spurningar sem eru hér á glærunni hafa verið inni í könnunum hægir aldraða á árunum 16, 21 og 2022 og þessi könnun framkvæmd á vegum félagsmálaráðuneytisins og fleiri aðila. Og við sjáum þarna að við leggjum saman hlutfall ofbeldis að það var 7% árið 2016 og 2024 en var eitthvað lægra þarna 2021 og ég hef svo sem enga skýring á því. En þetta úrtak, þetta var tekið 2000 manna úrtak en það 1000 mann sem svara og maður verður alltaf dálítið forvitin hvað með þessar 1000 sem svöruðu ekki. Eru það einstaklingar sem búa heima, sem hafa ekki tækifæri til að svara, það reyndar hringt líka í fólk og því búið að svara þannig, en hvaða fólk það? Það sem getur ekki tjáð sig eða gefið færi á sér. Þannig að það alltaf dálítið áhugavert. Og heimahjúkrun fer náttúrulega fram inni á heimilum fólks, inn á þeirra einkarsvæði, þar sem friðhelgi ríkir og birtingamynd ofbeldis í heimahúsum getur verið margskonar og nú eru þau búin að læra þessa skilgreiningu ofbeldi, því þetta glæra sem er búin að koma oft upp hér í dag sem geta verið þessar birtingamyndir ofbeldis og það raun hefur heimahjúkrun orðið vitni að eða vör við allar þessar birtingamyndir. Og það búið að tala dálítið vel um vanræksluna en það einmitt eitt dæmi sem að við göngum oft inn í og þetta dæmi með hættu á vannæringu. Við erum að setja upp hjúkrunarmeðferð til að fylgja eftir að einstaklingurinn nærist betur og hvetja hann til að borða og gerum allt svona sem okkar valdið stendur til að tryggja það og svo opnum við ísskápinn og þá ekkert, kannski ein kók eða eitt ostykki, skiljið. Þannig að þetta svona hluti sem að við flokkum undir vanrækslu og þá getur maður spurt, hver átt að kaupa inn í ísskápinn? Það oftast það aðstandendur sem sjáum þann þátt ef einstaklingurinn ekki færum það sjálfur, en svo erum við líka með aðstoð á vegum félagsþjónustu sveitarfélaga sem að taka svolítið grípa þetta hlutverk, sérstaklega það fyrir líka einstakling sem hefur engan aðstandanda. Þannig að maður velti sér líka vanræksla að hálfu samfélags. Það sé ekki eingöngu á vegum aðstandandi eða annarra, en það getur líka verið af hálfu samfélagsins. Og talandi vanrækslu áfram varðandi hreinlæti og annað, við komum að aðstöðum fólk til dæmis í sturtu, ætlum að setja þau í hrein föt og eftir, en það bara óreiða, öll fötin óhrein og við neyðumst til að setja fólkið aftur í óhreinu fötin. Þetta líður okkur ekki vel með. Við höfum staðið frammi fyrir því að veita fólki aðstoð sem það þörf fyrir. Fá ekki að veita fólki aðstoð sem við teljum að það þörf fyrir og það hafa bæði verið makar eða börn sem hreinlega hafa neitað að hleypa okkur inn og hafa jafnvel sett fótinn í dyrastafinn og segja bara sé allt í lagi, að gangi allt vel og svo gera sumir kröfu jafnvel að við afhendum lyfin bara í gegnum hurðina og krefjast þess
og ef við gerum það þá vitum við svo sem ekkert hvort einstaklingur fái þau, hann gæti alveg gert það eða ekki. Við höfum komið inn á heimili þar sem talað af vanvirðingu og haft í hótunum við þann veika. Við höfum sent fólki með marbletti á ýmsum stöðum á líkamannum sem ekki fengist viðunandi skýring á. Og við höfum upplifað fleiri en 1 og fleiri 2 tilvik þar sem aðstandendur hafa farið og sótt hinn aldraða á hjúkrunarheimilið og tekið heim aftur. Við höfum kannski aldrei fengið neinn svona beina skýring á þessu en þetta hefur verið í tilvikum þar sem einstaklingarnir búa saman og þá sérstaklega barn þessa aldraða. Og því velti maður fyrir sér hvort að fjárhagslegur áhvati sér þar sem liggja að baki því að þá á hinn aldraði húsnæðið og hans ellilífeyrir eða lífeyrir hættir að koma inn þegar hann er fluttur á hjúkrunarheimili. Við höfum sinnt konu sem búið var að koma fyrir í sólstofunni því að það var ekki lengur hægt og hún komst ekki lengur stegan þar sem að svefnherbergi var en það var ekki haft fyrir því að setja gardínur til að hlífa sólinni þannig að þegar sólin skín þá er mikill hiti inni og kuldi vetur. Allt á mikið á húsgögnum þannig að erfitt fyrir hann aldrei að komast með sína göngugrind þannig að kemst ekki heimili sitt og erfitt fyrir starfsfólk að sinna og aðstoða viðkomandi og athafna sig. Við höfum verið inn á heimili þar sem búið var að fjarlægja snerilinn innan á útihurðinni og hinn aldraði var því læstur inni á eigin heimili. Og starfsfólkið læstist í rauninni einnig þar inni þann klukkutíma sem að sonurinn fór að heiman og meðan verið var að sinna hennum aldraða. Engin lykill og ekki hægt að komast út. Við höfum dóttur sem að í öðru orðinu segir að gengur allt svo vel hjá okkur mömmu en í næsta hún sé að bugast. Og þegar talað við móður þá gat hún ekki svarað einföldum spurningum, mumlaði bara eitthvað en dóttir sagði hún væri skýr. Og hún hafði fengið boð sérhæfða dagdvöl en dóttir afþakkaði því hún taldi móður sína ekki í þörf fyrir það úrræði. Móðurinn eða hinn eldri hafði fengið samþykkt færni og heilsumat, metið í þörf fyrir varanlega dvöl á hjúkrunarheimili, en það var ekki búið að velja heimilið og því var móðurinn hafði hún ekkert tækifæri til að flytjast á hjúkrunarheimili því það var aldrei búið að velja stað og því var hún ekki á neinum biðlista fyrir neitt af þessum heimilum sem í boði. Og þær búa saman, móðurinn á húsið og dóttirinn fær umönnunarbætur. Þannig að maður spyr sig hver þessi hvatinn þarna baki. Eldri konan tjáir sig ekki líðan sína því hún á erfitt með að tjá sig en er með daburt yfirlit. Svo er ein önnur tegund ofbeldis sem að vert að nefna að þegar kannski hjón búa saman, annar einstaklingurinn er með mjög slæma heilabilun með miklar hegðunarbreytingar, skapgerðarbreytingar og þekkir kannski ekki manni sinn. Þannig að umönnunar aðilinn er sá sem verður fyrir ofbeldinu. Segjum bara að þetta sé kona og konan sem er hinn veika og hún þekkir ekki manni sinn. Þetta er einhver ókunnur inn á heimilinu, hún rekur hann út, hún hvæsir á hann og ýtir við honum og vill bara ýta honum í burtu. Hann er að reyna að hjálpa henni og hún slær til hans. Þannig að þetta er líka ein birtingamenn sem að verður til inni á heimilunum. En hvað á að gera? Hvernig á starfsmaður að bregðast við ef hann grunar að vanrækslega ofbeldi eigi sér stað inn á heimilinu? Hvert á hann að snúa sér? Á að kæra til lögreglu eða er einhver annar ferill? Starfsfólk heimahjúkrunar stendur dálítið frammi fyrir þessu spurningum, á ég að tilkynna og þá hvert? Starfsmaður þarf að hlusta vel ef einstaklingur sem hefur getu til þess að tjá sig ofbeldi og taka frásögnina alvarlega. Og þá er mikilvægt að spyrja hann aldraða hvað hann eða hún vilji gera og sannfæra hann að það hefur rétt að segja frá. Stundum er það eina sem einstaklingurinn vill. Það er að segja frá en vill ekki aðhafast neitt meira. Það er kannski ákveðin svona friðþægingi því segja starfsmönnum frá, fólk viti af þessu,
Það veitir honum aðeins öryggi og hann sé ekki einn með þetta. Og það sennilega oftar þannig að starfsfólki heimahjúkrunar grunar ofbeldi en það kannski verður ekki beint vitni að því. Og hinn aldraði eins og komið fram hér í morgun, hann gerir kannski sér ekki grein fyrir því hvað að í gangi, bæði vegna vitrinnar skerðingar og lífið hefur bara alltaf verið svona. Það ekkert orðin breyting á því þó að fólkið hafi náð ákveðnum aldri. Og hann getur þá verið hræddur við gerandann og vill alls ekki rugga bátnum. Og það náttúrulega dæmi það að hinn aldraði upplýsi sem byrði og honum finnst þá ekkert skrítið að makanum eða börnunum finnist hann eitthvað þreytandi og erfiður og komi kannski fram við hann þess vegna þennan hátt. Þannig að fyrir þessa einstaklinga þá þetta flókið og við sjáum ekki endilega að hinn aldraði vilji kæra og eins og nefnt var skömmin hérna í morgun. Þetta oft nánustu aðstandendur og hinn aldraði honum háður en óöruggur. En þetta samt öryggið hans, það að fá að búa heima. Stundum það líka þannig að heimilsaðstæður bara mjög slæmar, umhverfið mjög slæmt, mikill óreiði og ekki gott fyrir einstaklinginn þó það sé kannski ekki beint ofbeldi að ræða. Við höfum rætt það og það hefur komið fram hér að það væri ef til vill hjálplegt að við hefðum einhvers konar gátt til að geta tilkynnt slæmar aðstæður hjá eldra fólki, sambarilegt við barnaverndarnefndirnar. Og það væri þá fagaðil sem kæmi inn í málið, skoði aðstæður og brygðist við þeim. Það mætti einnig velta fyrir sér hvort það ætti að vera til einhvers konar réttindagæsla fyrir eldra fólk. Já. Þegar lög samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna komu fram, þá ég sat á þessari kynningu og hugsa já, ok, svona þurfum við fyrir eldra fólk líka. En markmið farsældar lagana eins og þau eflaust bara þekkið öll, að það að börn og foreldrar hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi og án hindrana. Og þeir sem bera ábyrgð samkvæmt þessum lögum skulu fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra og meta þjónustu. Þau skulu bregðast við á skilvirkan hátt leið og þörfin vaknar, barnið á ekki að fara á biðlista. Heldur á þjónustun að koma strax og svo á þjónustan að vera samfelld og samþætt í þágu velferðar og farsældar barnsins. Farsældar þjónustu yfirheiti við þjónustu sem á vegum annarkvort ríkis eða sveitarfélaga og sem eiga að tryggja farsæld barnsins. Markmið þessara laga að láta mismunandi hluta kerfisins tala betur saman þannig að barnið verði hjartað í kerfinu. Það einmitt það sem okkur skortir í þjónustu við eldra fólk, að þjónustan sem veitt á vegum annarkvort ríkis eða sveitarfélaga efli og tryggi farsæld þeirra. Sjáu ekki fyrir aukna hagsæld eldra fólks ef til væru sambærileg lög eins og farsældarlögin. Það oft rætt hvort stofna ætti sérstakan öldrunarmálaráðherra eða allavega að öldrunarmálin væru á hendi eins ráðherra. Í dag öldrunarmálin á hendi félags- og vinnumarkaðsráðherra, húsnæðismálaráðherra fyrirgefiði, en aðrir þættir á könnu heilbrigðisráðherra. Þannig að málaflokkur eldra fólks dreifður í okkar æðsta stjórnkerfi en það alltaf verið að tala að samþætta og hafa þjónustuna á einni hendi. Væri ekki verðugt verkefni að horfa á eldri einstakling sem hjartað í kerfinu eins og gert með barnið í farsældarlögunum.